hve hratt átt að lesa í námsbók? Þetta er spurning sem er algeng á námskeiðum hjá mér, þar sem ég að kenna mjög oft nemendum í grunnskóla, menntaskóla og háskóla, jafnvel nemendum í framhaldsnámi, hvernig á að halda betri einbeitingu, athygli, eftirtekt í sínum námsteksta. Og svarið hjá mér oft tiltölulega einfalt. Ef að þú ert að lesa námsbók og þú ert að halda vel eftirtekt, einbeitingu í textaneginum, þú ert að muna efnið mjög vel sem þú ert að lesa og þú ert að komast yfir allt það lesefni sem að skólinn eða kennari setur þér fyrir, nú þá ertu bara í nokkuð góðum málum. Þá þarftu ekkert endilega að hafa mjög miklar áhyggjur. En ef þú þarft hjálp við þetta, þá er ég með námskeið sem getur auðveldlega hjálpa þér. Og ég mæli eindri með að þú kíkir inn á umsagnir nemenda, ef þú ert ekki alveg viss hvort að þetta sé eitthvað sem hjálpar þér. Umsagnir nemenda sem hafa setið námskeið hjá mér í gegnum tíðina, þú getur kíkt bara inn á h.is/umsagnir, h.is/umsagnir og þar sérðu umsagnir nemenda alveg frá 12-13 ára og upp í 50-60 ára. Því að nemendur á námskeiðinu hjá mér eru raunin á öllum aldri, meðal aldur á námskeiðinu í kringum 27 ára, en þetta er aðalega háskólanemar sem að nýta sér þetta, en menntaskólanemar og fólk úr atvinnulífinu eru líka mjög dugleg að koma inn á almennu námskeiðinu hjá mér. En mundu líka hitt, ef þú ert í námi, ef þú ert námsmaður, þá ertu með 17.000 króna afslátt inn á námskeiði hjá mér. Því að stéttarfélög, þau greiða yfirleitt hluta af námskeiðaverðinu fyrir sína félagsmenn og það er ekkert endilega allir námsmenn sem að hafa þann aðgang að geta látið stéttarfélagið greiða fyrir sig. Nú, þess vegna eru þeir alltaf að greiða aðeins lægra verð, þeir eru með 70.000 króna afslátt. Nú, hiklaust að kíkja inn á umsagnar, en ef þú þarft hjálp, ef að einbeiting og athygli, ef að þú ert ekki að ná að muna efni nægilega vel, þá er ég með námskeið sem getur hjálpað. Og staðreyndin er einfaldlega svo, og mjög margir nemendur sem að koma til mín á námskeiðin tala mitt um þetta, að þeir eru að missa einbeitingu og athygli í flóknu lesefni. Hugur þeirra, þeir eru að lesa textan sinn, þá byrjar hugur þeirra strax að streyma í burtu og fara að hugsa um eitthvað allt annað skemmtilegra, eitthvað sem þau vilja frekar vera að gera heldur en að lesa. Þau eru líka erfitt með að muna, festa í sessi aðalatriðin og þeir reyna að glósa eða þeir eru að reyna með einhverjum öðrum hætti að festa þetta í sessi og þetta eru allt saman punktar sem að ég tek á og skoða vel á námskeiðinu. Nú, það er líka mjög algengt að nemendur segja mig frá því þeir ná kannski að lesa 1/3, eina bók af hverjum 3 sem að þeim er sett fyrir eru þeir að ná að lesa fyrir próf. Og eðlilega er tilfinningin ekki mjög þægileg þegar maður er að mæti í próf og þú ert búin að lesa kannski eina bók af hverjum 3, 1/3 af því sem þú áttur að lesa. Það eru með þess að mjög margir nemendur sem tala um það, þeir eru nánast í hættir að kaupa bækurnar sínar, vegna þess að þeir vita að þeir komast ekki yfir þær. Þeir láta yfir eitt glósur, jafnvel glósur frá öðrum duga fyrir próf. Og þetta er allt atriði sem að við tökum og tæklum mjög vel. Því að hafðu í huga, við höfum öll, þú líka, við höfum öll möguleika á því að tækla allt okkar lesefni, alveg sama hvað kröfuhart námið sem við erum í, jafnvel þó við séum í kröfuhörðu starfi. Við höfum öll tök á því að skoða og lesa og komast yfir allt það lesefni sem að skóli eða kennari setur fyrir. Þetta er bara spurning og það breytir örlítið hugafarinu, hvernig við lesum, hvernig við beitum okkur og maður alltaf eftir einum nemenda sem kom á námskeið hjá mér vor 30 háskóla nemandi og móðir var með börn á heimili og hún kom til mín bara við upphaf vorprófa því hún var í verulegu vandræðum og hún gat ekki séð fyrir sér að fara að fórna heilli önn af því að hún hafði lent í vandræðum þessa önn, þá gat hún ekki séð fyrir sér að hún væri að leyfa sér að falla eða þurfa að hætta á miðri önn. Stór hluti út af miklu verkefnaálagi og önnum á heimilinu, þá var stór hluti af lesnunnar ólesin fyrir próf og prófin bara rétt handaf á hornið. Og hún talaði um það, bara þessi einföldu skref sem hún lærði á námskeiðinu gerði henni kleift
ekki bara að klára nánast í allt það lesefni sem hafði verið sett fyrir, heldur náði hún líka að vera með þeim hæstu í áföngunum sem hún var að taka í háskólanum. Þannig að þó þú sért á miðri önn og það stutt í próf, stutt í stór verkefni, þá tiltölulega auðvelt að byrja strax og finna fljótt fyrir hraðamun. Því að það ekkert óalgengt að nemendur sé að 2-, 3-, 4-falda hraða sinn bara á fyrstu 10 til 14 dögunum. Það ekkert óalgengt. Nú, komum aftur inn á spurninguna. Hver hratt átt að lesa í námsbók? Jú, í djúplestrunum þá átt að eyða hámarki svona kannski mínútu á hverja blaðsíðu. Ef þú ert að lesa 30 blaðsíðna kafla í námsbókinni, þá átt að eyða svona mestalagi kannski 30 mínútum. Mínútu á hverja blaðsíðu. En það sem þú átt að einbeita þar að í þeim lestri að finna lykilorðin, finna lykilhugtökin, finna lykilsvörin við spurningum sem að þú varst kannski búin að setja á blað fyrirfram. Þú átt að vera að leita upp í þau atriði sem að eru óskýr, sem að þú ert ekki alveg með á hreinu og þú þarft aðeins meiri hjálp með. Þú ert að leita upp í efni sem að ýtir undir vangaveltur, hugmyndir og spurningar, nýja spurningar. Því að hluta því sem ég kenni nemendum að þessi lestur, djúplesturinn, það sem þú ert að taka mínútu á hverja blaðsíðu, það á mörgu leyti lestur númer 2. Það sem ég kennir á námskeiðinu til dæmis svokallar forlestur, og forlesturinn, hann á ekki að taka meira en kannski 4 til 8 mínútur, kannski 10-12 mínútur að hámarki. En á 4 til 8 mínútum þá ert þú aðeins að njósna efni kaflans og þú ert að fá smá yfirsýn, hvað verið að fara að kenna mér í kaflanum, hvað á ég að fara að læra, hvað aðalatriðin, hvað aukaatriðin, hvað það sem ég á að geta svarað og útskýrt og tekið vel fyrir þegar ég búin að lesa kaflan betur í gegn í þessum djúplestri. Og forlestrinum ætlað að gefa þér yfirsýnina, þannig að þegar þú ferð að lesa mér í dýpt, þá veistu nákvæmlega hvað þú ert að sækja og þú þorir að lesa 2-, 3-, 4-, 5-falt hraðar í gegn að því þú veist hvað þú ert að fara að sækja. Og það ekki óalgengt að háskólanemi, sem ég var að tala áðan, á að eyða kannski 30 til 40 mínútum á kafla sem að tekur kannski 30-40 blaðsíður, mínútu hverja blaðsíðu. Það ekki óalgengt að þeir segja mér að þeir taka 90 mínútur, jafnvel 180 mínútur í að lesa svoleiðis kafla. Að þeir sé eyðum 1,5 upp til 3 klukkustundum í að lesa 1 kafla í gegn. Og við eðlilega eigum ekki að vera að eyða svo miklum tíma í lesturinn. Þá erum við að gera eitthvað rangt. Þá erum við að missa af einhverju, við erum að vinna ómarkvisst í gegnum textan okkar. Þið eigið mestalagi að vera að lesa í kringum mínútu á hverja blaðsíðu. En þá þurfa líka markmiðin að vera skýr. Hvað ert að fara að sækja? Hvað ert að fara að leita eftir? Hvað ætlarðu síðan að fara að vinna með í framhaldi? Þegar þú ferð að glósa, vinna með textan, vinna verkefnin, svara spurningum í framhaldi. Þar byrja lærdómurinn og þess vegna skiptir svo miklu máli og það hefur ekki skipt máli í rauninni í hvaða námi nemendur hafa komið, hvort það viðskiptafræði eða lögfræði eða hagfræði eða starffræði eða læknisfræði. Þeir eru allir sammála það þegar þeir koma og hafa setið námskeiðið að þegar þau eru búin að læra að forlesa og þau vita hvernig þau að sækja lykilorðin, lykilhugtökin, þá það mjög einfalt að vera ekki nema kannski mínútu á hverja blaðsíðu. Því ástæðan einföld. Þegar þau eru búin með forlestunni, þá eru þau núna með lista yfir kannski 15-20 spurningar sem að þau vilja fá svar við í kaflanum. Þau eru með lista yfir kannski 25-30 lykilorð sem þau vilja leita uppi, lykilorð, lykilhugtök sem þau vilja finna betri svör við. Þegar þau lesa núna bókinu sín í gegn, línu fyrir línu, þegar þau lesa texta sín í gegn, það eina sem vakir fyrir þeim í hverju línu sem þau lesa í gegnum verið að svara spurningum eða verið að taka fyrir lykilorð. Ef ekki, næsta lína, ok, hérna svarið spurningu, hérna lykilorð, hérna svarið spurningu. Fyrir vikið þá þau ekki að taka nema kannski mínútu hverju blaðsíðu því að markmiðið mjög skýrt og það sem að forlesturinn gefur þér. Þess að þurfa að læra það, hvernig beituðu forlesturinnum til þess að djúplesturinn
nýtist betur, þannig að þú þurfir ekki að taka 90 mínútur eða 180 mínútur að lesa bókina þína eða lesa kafla þín. Þú átt ekki að taka nema mínútu á hverja blaðsíðu og fyrir vikið eftirtekt, einbeiting alltaf meiri og ef þú vilt aðeins kynna þér betur svona þessi einföldu ráð sem ég að benda á námskeiðinu þá ég með 11 einföldu ráð hvernig þú átt að lesa námsbók og það eina sem þú þarft að gera bara að fara inn á h.is/námsbókin h.is/námsbókin og þar ég með frían bækling þar sem ég að taka fyrir 11 einföldu ráð til þess að lesa námsbók. En það einn nemandi sem að mjög minnistæður og það var vegna þess að hann eins og móðurinn áðan kom til mín frekar seint og það var í kringum mars á eitt námskeiðið og það var ekkert mjög langt í vorprófin. Hann var í heimspekinámi upp í HÍ, hann var á öðru ári og hann var rauninni búinn að taka það ákvörðun það að hætta námi. Því að fyrsta árið gekk illa. Hann hafði fallið í mörgum áfengunum, hafði þurft að taka mikið af prófum og lenti í verulegu vandræðum á öðru ári líka. Og hann var í rauninni bara búinn að taka það ákvörðun hann ætlaði að hætta. Þetta bara gengi ekki upp. Vinur hans sem hafði setið námskeið hjá mér, sagði honum, áður þú hættir, farðu á hraðastanámskeið, taktu síðan ákvörðun. Hann kom á námskeið hjá mér og ég sá tildur á fljótt af hverju hann var í vandræðum. Því að hann las mjög hægt og ég spurði hann bara einfaldar spurningar af hverju finnst þér betra að lesa með þessum hætti og svarið hjá honum var tildur einfalt. Þegar hann var á fyrsta ári í heimspekináminu þá sagði prófessorinn við hann heimspekin þannig nám að þegar þú ert að lesa heimspekitexta þá áttu ekki að fletta fyrir þú skilur 100% allt það sem þú varst að lesa á síðunni. Og þá skildi ég afskaplega vel af hverju hann var í vandræðum. Og ég baði hann einfaldlega þú veist, ekki hlusta á þetta. Þetta gæti vel verið að þetta hafi nýst þínum prófessor á sínum tíma þegar hann var í námi, en þetta þarf ekkert endilega að vera fyrir alla. Ég baði hann búðu frekar til það verkfæri fyrir þig að þú hafi möguleika á að lesa efnið 2, 3, 4 sinnum yfir. Því að hver einasta yfirferð sem að þú nærð að lesa efnið yfir gefið mér í dýpt, gefið mér í innsýn, gefið mér í kunnáttu í því efni sem þú ert að lesa. En hver yfirferð á ekki að taka nema bara brot af þeim tíma sem þú ert að eyða í lesturinn í dag. 1/5, 1/7, 1/10 af þeim tíma. Og fyrir vikið nærð að komast oftar yfir, en þú ert ekki að eyða nema broti af þeim tíma samt þó þú sért að lesa efnið 3-4 sinnum yfir, þá ertu samt að eyða bara broti af þeim tíma sem þú eytir áður í lesturinn. Og hann hafði samband við mig í júní þetta ár því hann var mjög sáttur. Þetta var fyrsta árið sem að hann náði öllum áfengum bara vegna þess að ég hafði bent honum á búið það verkefni til að þú getur lesið textaðin aftur og aftur. Nýttu þér það. Því að það kostar sitt að hætta á miðri önn. Það kostar sitt að hætta í námi og fórna þeim tíma og blóðsvita og tárum sem að þú varst búin að setja í námið. Það kostar að falla á prófum og þurfa að taka prófin upp á nýtt, stressið og allt það sem fylgir því og jafnvel að taka áfanga upp á nýtt. Þetta kostar allt sitt og ég gleymi aldrei einu föður sem hafði samband við mig því að hann var að senda dóttur númer 2 á námskeiðið. Og þegar hann var að veltaði fyrir sér hvort hann ætti að senda dóttur númer 2, hvort það hafi nýst fyrir í rauninni eldri dóttur henni, að þá sagði eldri dóttur honum bara einfaldan sannleika. Já, þetta hjálpaði mér. Ég hef aldrei fallið í áfanga eftir að ég sat námskeiðið. Og þá rifjaðist það upp fyrir honum að það hafði verið vesinn á hverju einustu önn að það þurfti alltaf að taka upp einhver próf því að hún hafði lent í vandræðum og eftir námskeiðið hafði það aldrei gerst aftur þannig að fyrir honum var þetta einfalt svar. Dóttur númer 2 fer á námskeiðið. Einfalt. Því að það að geta farið í gegnum áfangan, geta farið í gegnum önnina og þú ert að klára hann með góðum hætti, það vel þess virði. Gríðarlega mikils virði. Hvað áttu að gera núna? Næstu skref fyrir þig annarkvort að kíkja á hvenær næstu námskeið hjá mig byrja, því að ég alltaf að byrja nýjum námskeið hverjum einasta mánuði. Þú getur bara farið inn á h.is/skráning, h.is/skráning
og það eru líka upplýsingar hérna fyrir neðan og þar sérðu dagskrána sem framundan. Nú þú getur líka séð bara á athugað hver hratt ert þú að lesa, því ég með frínámskeið í boði. h.is/hver hratt lest þú? Kíktu á það, því að það gefur þér svona aðeins ábendingu og kannski vísbendingur það hvar ertu staddur, hvar ertu stödd, hvað gæti verið að hjálpa þér. Nú, af hverju ættir að hlusta á mig? Jú, Jón Vigfús Bjarnason heiti ég og skólastjóri Hraðlestaskólans og hef í 15 ár ekki gert neitt annað heldur en að hjálpa Íslendingum ekki bara að lesa hraðar, heldur að halda betri einbeitingu, athygli og eftirtekt í sínum texta. Og ég mæli eindrið með, sjálfur fann ég mikið fyrir því þegar ég satt í mínu háskólanámi, hvað þetta hafði mikil áhrif á mig. Ég lesblindur, það hefur engin áhrif hvort það lesblinda eða athyglisbrestur eða ADHD eða hvað að trufla. Það mun ekki tefja fyrir, það mun ekki hindra þig í því að ná árangri í þínu námi. Og ef að lesblinda að trufla, þá mæli ég eindrið með að kíkja inn á h.is/lesblinda eða ef athyglisbrestur eða ADHD að bara kíkja inn á h.is/athyglisbrestur eða ADHD, h.is/ADHD eða h.is/athyglisbrestur. Þar fullt af upplýsingum, umsögnum frá nemendum sem að geta sagt þér nákvæmlega hvernig þeim leið við það að fara á námskeiðið. En ekki hika við, taktu næstu skref, kíktu inn á dagskrána okkar eða kíktu inn á frínámskeiðið og sjáðu hver hratt þú ert að lesa í dag.